Edda Sól Jakobsdóttir ung kvikmyndagerðarkona frá Grindavík. Hún hefur undanfarin ár búið í Danmörku þar sem hún lærir meðal annars kvikmyndagerð en var stödd á Íslandi á dögunum þar sem heimildarmynd hennar Fjallasaga var ein þeirra mynda sem kepptu á kvikmyndahátíðinni Stockfish. En hvaðan kom hugmyndin af Fjallasögu? Sko, hugmyndin kemur eiginlega frá að þegar ég var í Danmörku, eða ég sem sagt bý í Danmörku, ég var alltaf að fá spurninguna hver uppáhaldsstaðurinn í Danmörku og mér finnst að uppáhaldsstaðurinn minn á Íslandi Kerlingarfjöll. Og þá fór ég mikið í pælingar af hverju það uppáhaldsstaðurinn minn og langaði aðeins meira að kanna það. Og ég fannst ég aldrei ná að lýsa fyrir fólki af hverju það væri uppáhaldsstaðurinn minn og hversu fallegur hann væri, bara með orðum. Þannig að ég hugsaði bara að ég þurfti að búa til stuttmynd svo ég geti sýnt fólki þennan stað og sagt þeim söguna í myndum líka því að ég náði aldrei að lýsa henni bara í orðum. Og hvað, var þetta ekki virkilega gaman? Þetta afiðinn sem aðal söguhetjan? Já, sögumaðurinn í rauninni. Já, jú, þetta var ótrúlega gaman og við vorum sem sagt... Hvenær var þetta tekið upp? Þetta var tekið upp síðasta sumar. Já, í ágúst og við fórum ég og Ísabella, vinkona mín og afi, bara 3 saman í 2 daga upp í fjöll. Þannig að það var lítill tími og lítill tími og þetta var mjög svona, eins og ég slettaði en learn by doing. Þannig að vorum bara að gera allt saman, við vorum á hljóðinu og vorum líka á vélinni og svo var ég að leikstýra og líka að framleiða og þannig að maður þurfti að taka marga hatta. En ástæðan fyrir þessari mynd, þetta eitthvað bara verkefni núna, þetta lokaverkefni eða hvað? Nei, þetta í rauninni bara svona passion project, þetta bara stuttmynd sem ég langaði ótrúlega mikið að gera sjálf. Já, tengist ekkert skólanum sem slíkum? Nei, bara mynd sem ég langaði að gera til þess að koma mér á framfæri. Ég fór sem sagt í European Film College, þannig ég er búin að vera mikið að vinna með bíómyndir, aðallega í framleiðslu og síðan mér langaði svo ótrúlega að leikstýra og þannig að þetta verkefni í rauninni bara gert þannig. Mér langaði að pröfa að leikstýra og sýna hvað ég gæti gert í rauninni. Og myndin að taka þátt í einhverju keppni? Já. Og tilkynntum úrslitin á Eddunni, þannig að Edda að fara á Edduna á morgun? Edda að fara á Edduna. Já, þetta í rauninni, ég sendi hana inn á kvikmyndahátíðina Stockfish sem á Íslandi og þessi hátíð sem sagt fyrir kvikmyndagerðar fólk á Íslandi sem að reyna að koma sér á framfæri. Já. Og hún var sem sagt valin ein af 5 myndum til að vera partur á þeirri hátíð. Af hvað mörgum, veistu hvað voru margar sem var? Ég held að það hafi verið sem sagt, það voru 90 myndir allt í allt sendar inn á sem sagt fyrir alla flokkana. Það eru 4 flokkar og svo komast 5 myndir inn í hvern flokk. Var það ekki bara fyrir sig mikil upphæð? Jú, í rauninni, ég bara þvílíkur heiður að fá að vera partur á þessu festivali, sko. Þannig að hvort þú vinnur... Það er bara aukaatriði, sko. Já, algjörlega. Okay. Af því að líka með því að komast inn á þessa hátíð þá fara maður að sýna myndina í Bíó Paradís sem var algjör draumur. Já. Að fá að sýna fólki hvað maður er að gera og þannig að þetta bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Sko, mér langaði ótrúlega mikið að fara þarna og taka upp staðinn eins og ég sagði. Ég náði ekki alveg að lýsa staðnum bara í orðum og var svo heppin að fá afa með mér til að vera sögumaðurinn. Hann þekkir náttúrulega staðinn bara eins og handlegginn á sér sem var mikil hjálp að ég hefði aldrei getað gert það án hans. Og við fórum í 2 daga til að taka upp og síðan myndin í hálft ár í eftirvinnslu og meðan myndin í eftirvinnslu þá sem sagt gerist allt þetta í Grindavík þetta ástand sem núna og það hafði mjög mikil áhrif á hvernig ég klippti myndina því að þegar ég tók þessa mynd upp þá var ég mjög mikið að kanna samband milli staðar og fólks og að ég var að kanna mitt samband af hverju þetta uppáhaldsstaðurinn minn í Íslandi og það sem út frá að ég þarna oftast með manneskjum sem ég elska þannig að það lítar mjög mikið hvað mér finnst staðinn. Já. Og þetta subject connection between person and a space það verður bara mikilvægur í mínu lífi af því að það er náttúrulega mjög mikið sem Grindavík að fara í gegnum að fólk hefur að fara saknar samfélagsins, það að fara frá staðnum og þannig að
þessi könnun verður bara stærri og stærri og hérna litar mjög mikið hvernig ég ákvað síðan að klippa myndina í endan. En samt hugmyndin af myndinni var ekki, en varstu bara strax þá með afaðinn í huga? Eða kom það síðan bara seinna meir? Það kom þegar ég fór þannig að kanna þetta connection milli staðar og manneskju. Þá fór ég í þessa hugsun, af hverju þetta svona mikilvægir staður fyrir mér og fann þá út og var búin að lesa alls konar greinar og hvernig fólk er með tengingu við aðra staði. Að það eiginlega út af fólkinu. Staður bara jafn góður, hvað segir maður, a place is only as good as the people in it. Þannig að mín upplifun af Kerlingarfjöllum svo ótrúlega litið af að ég var það með fjölskyldunni og ég fekk að vera þann fjölskyldunum við náðum að gera það sem okkur fannst gaman. Þannig að það var eiginlega eina í stöðunni að fara að taka þetta upp með afa. Af því að það þannig sem ég þekki staðinn og staðurinn væri ekkert eins fyrir mér ef ég hefði ekki verið þar með honum. En hver ástæðan fyrir þessari miklu tengingu við Kerlingarfjöll? Var afiðinn að vinna þetta sem staðarhaldari eða hvernig var það? Já, við vorum þar mikið þegar ég var yngri. Við vorum alveg 3 eða 4 sumar að vinna þar, fórum öll fjölskyldan að vinna yfir sumarið. Báðir foreldrarnir? Já, mamma og pabbi og afi og amma og þetta voru bara, þetta eru bestu minningarnar, sko. Þess að móður afiðinn, þannig að var mamma þín Tobba, var hún mikið sem barn þá líka eða eitthvað? Já, eða í rauninni á fullorðinsárum. Á fullorðinsárum? Já, og ég hana í kringum 8 ára gömul. Og við förum á sumrin að vinna í skálanum að hjálpa túristum og afi að vera leiðsögumaður og þetta voru bara bestu sumrin og á þessum tíma engin símar eða það var ekki einu sinni hvað segir maður, símatengingana. Þannig að maður mjög einangraður og fær svo mikinn tíma og eins og ég segi í myndinni bara, ég fekk svo mikinn tíma til að hugsa hvað það sem mér finnst skemmtilegt og ég þurfti einhvern veginn að skemmta sjálfur mér svo mikið. Það var einhvern veginn ekkert og var það bara að fara í alls konar fjallgöngur og heyra alls konar sögur frá fjallafólki og bara, var dolfallin yfir öllum sögum og þaðan kemur kannski þessi, hvað segir maður, áhugi. Andargiftin af myndinni kannski? Já. Og bara svona. Eiga þessar æðislegu minningar og æsku, ert náttúrulega bara að læra þetta fag, kvikmyndagerð, þá bara, heyrðu, slá eiginlega bara nokkra flugur í sama höfuð eins og einn góður sagði. Og gera þetta með afaðinum, þannig að þetta hefur verið mjög gaman, eða ekki? Jú, og svona fara smá tilbaka hvar þetta byrja, hvar byrjaði þessi áhugi á að segja sögur. Og það gerist smáðan í Kerlingarfjöllum að því ég var að hitta alls konar fólk, heyra alls konar fjallasögur og ég var bara alveg dolfallin af þessu. Og þetta þín fyrsta heimildamynd? Já. Þetta mín fyrsta heimildamynd sem ég... En ekki svo síðasta grunna mynd? Nei, klárlega ekki, voru ekki. Ég 25 ára núna og ég fór í kvikmyndagerðarskóla þegar ég var 20. Bara á Íslandi? Nei, í Danmörku sem sagt. Já, ég flytt til Danmörkur í lítinn bæ sem heitir Ebeltoft og fer í European Film College þar. Til þess að ég var búin að vera mikið í leikhúsum í menntaskóla og langaði svo ótrúlega mikið að pröfa með kvikmyndir en vissi algjörlega ekkert hvort það væri fyrir mig, sko. Og fór í svona bara, þetta 1 árs nám, svona lýðháskóli sem maður fara að pröfa og gera. Í rauninni snýst að búa til portfóljó ef maður vill sækja með aðra skóla. Og svo varst mér bara geðveikt gaman. Þannig að það var eiginlega ekkert aftur snúið eftir það. Þannig ég flutti til Köpen eftir þann skóla og hef búið þar síðan. Og hvenær byrjar í því námi og hvenær lýkur því? Já, síðan ég í rauninni bara í B1 ár í Köpen sem bara vinna sem frílans, ég bara alls konar mismunandi verkefnum og ákveð síðan að fara í multimedia design í tækni- og hönnunarskólanum í Köpen og að útskrifast þaðan jólin. Hvað planið síðan hjá þér? Þetta eitthvað fann að ætla að gera stóra kvikmynd eða þú veist hvert heldur að leið þín liggi? Ég vona að ég fá bara tækifæri á að gera fleiri kvikmyndir. Þetta rauninni bara frumraun mín sem leikstjóri. Þannig að ég vona að þetta sé bara byrjunin og það muni koma fleiri sögur frá mér, sko. Það væri náttúrulega draumurinn.
Hvað með myndbönd sem var þetta tónlistarmyndbönd? Tónlistarmyndbönd. Hefur eitthvað verið í því eða? Nei, já, ég hef verið í því, en þá ég vanalega að vinna sem í production partinum þegar það tónlistarmyndbönd eða narratives, leiknarmyndir, þá ég oftast að vinna í framleiðslunni og svo þegar kemur að heimildarmyndum þá langar mig að vera leikstjóri. Já. Þannig að já, mjög gaman að tvinna þessu saman, sko. En bara kvikmynd, þú veist, í fullri lengd, ekki heimildarmynd, heldur bara... Sko, ég bara dolfallin af heimildarmyndum, þannig að ef það var í fullri lengd þá bara, já, var algjör draumur að búa til heimildarmynd í fullri lengd, sko. Maður byrjar oftast bara á stuttmyndum og vinnur sér síðan upp. Frábært. Og byrju, þú ert náttúrulega fædd og uppalinn í Grindavík. Já. En hvað, hefur ekkert búið þar núna undanfarin ár? Bara síðan þú hvernig fluttir þú til Danmerkur? Sko, ég flytt 16 til Akureyrar til að fara í menntaskólann þar, eins og margir Grindvíkingar gera. Já. Og síðan flytt ég heim í 1 sumar eða eitthvað og fyrir síðan til Köpen eftir það. Já. Og búin að vera núna 3,5 ár í Köpen. Þannig að þetta ástand í Grindavík, þetta ekki beint að snerta þig en þú ert foreldrarna og... Sko, snerta mig á í rauninni annan hátt, að ég að fá þetta í gegnum í rauninni fréttirnar úti og í gegnum allir æskuvinir mínir eru frá Grindavík og sem ég bara ennþá í mjög miklu sambandi í dag og öll fjölskylda mín í Grindavík, þannig að ég bý í öðru landi en hálfgerðan einhvern veginn alltaf í símanum og með annað auga á fréttunum og þannig að ég myndi segja alveg snerti mig mjög mikið, sko, en bara örugglega á annan hátt náttúrulega en að vera þar, já. Ok, en þegar þessu námi lýkur, hvað áttu vonuð að flytja þá aftur til Íslands eða? Sko, ég er búin að fá spurningu mikið. Ég veit það ekki, ég held mögulega kannski áframhaldandi nám, hvort sem að það verði á Íslandi eða í Köpen eða London eða hvað sem það verður. Ég alveg til að mennta mig aðeins meira, já. Og síðan hver veit hvort að maður flytji heim eða verði í Danmörkunni, sko. Og hvað, talar þú væntanlega dönskuna alveg reybrennandi? Já, maður orðinn reybrennandi í dönsku. Komdu með smá frasa. Hvað ég að segja? Ja, jeg kan godt snakke dansk. Það frábært. Innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir.